Heil og sæl, ég heiti Kristín Jónsdóttir og er kennslukona og dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Aðalnámskrá grunnskóla er grundvallarrit fyrir þá sem starfa á grunnskólastigi, kennara og skólastjóra, okkur sem að kennum kennaranemum og marga aðra sem vinna með börnum og unglingum. Og nú hefur verið gefið út heilmikið stuðningsefni með aðalnámskránni, hugtök hafa verið skilgreind og margvísleg dæmi námsmarkmið eru nú aðgengileg. Útgáfa þessa stuðningsefnis með aðalnámskrá er á vegum Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu og Brynhildur Sigurðardóttir, sérfræðingur í námskrármálum hjá MMS, hefur ásamt Auði Báru Ólafsdóttur haft umsjón með gerð þessa stuðningsefnis. Brynhildur og Auði Bára hafa líka skrifað grein þetta efni og hún er birt í skólaþráðum. Vertu velkomin, Brynhildur. Takk hérlega fyrir. Mér langar til að ræða við þig þetta stuðningsefni og byrja á að ganga út frá greininni. Í greininni ykkar segið þið að stuðningsefni sé tvíþætt. Annars vegar er að ræða dæmi námsmarkmið þar sem þið birtið dæmi námsmarkmið með hverju hæfniviðmiði á vefnum aðalnámskrá.is. Námsmarkmið voru varla nefnd í umræðinu aðalnámskrá hér áður, þó mikið væri hugtök. En nú þau allt í einu aðalhugtak í stuðningsefninu. Og hvað kom til að námsmarkmið var svona lyft í hásætið? Það eru nokkrir hlutir sem valda þessari, já, þetta lítur út eins og áherslubreyting, ég fatta það þegar þú segir það. Þegar aðalnámskráin og sérstaklega greinasviðin voru gefin út 2013, þá eru gefin út hæfniviðmið og matsviðmið í almenna hluta námskrárinnar sem kom út 2011, þar er alveg vísað til námsmarkmiða eða svona þessa verkefnis að setja nánari markmið við hæfniviðmiðin, en það var ekkert útskýrt. Þannig að þegar námskráin birtist, þá að mínum að þetta mjög eðlilegt að athygli kennara og skólastjórnenda hafi farið á þá texta sem voru birtir og voru miklir og þarna höfðu orðið miklar breytingar frá birtingarmynd með við fyrri námskrá og fólk bara átt í fullu tré með að byrja að vinna með hæfniviðmið og matsviðmið og átt að sjá hvernig á að vinna með þessi viðmið. Já, akkurat. Síðan þegar fólk byrjar að vinna með námskrána og það var tiltölulega fljótt farið að tala það skorti innleiðingu, spurningin hvernig ég var að vinna með þetta, hún var bara mjög áberandi og þessi gagnrýni að hæfniviðmið væri ekki nógu skýr, þau væri svo víð að það væri mikil hætta á að skólarnir færi að vinna með þau á mjög ólíkan hátt, að það yrði ekki nógu samræmt skólastarfi í landinu og þessi gagnrýni birtist bara víða. Hún birtist í samtölum við kennara, hún birtist í mat á innleiðingu aðalnámskrár og skýrslu sem var gefin út af ráðuneytinu það. Hún birtist til dæmis í úttektum á PISA-niðurstöðum 2022. Þar kemur þessi gagnrýni fram og síðan þegar fór af stað eftir 2022 kennarahópar sem fengu þetta hlutverk að endurskoða hæfniviðmiðin að þá umræðan í þeim hópum snerist mjög mikið þetta. Við getum orðað hæfniviðmiðin skýrar, en þetta eru hæfniviðmið og það svolítið í eðli hlutana að þau eru víð. Þannig að hvernig hægt að hjálpa kennurum betur að stíga niður fæti, að svona átt að sjá því hvernig get ég unnið með viðmið sem fjallar til dæmis bara borgaralega virkni eða skilning á lýðræðislegum hugtökum, hver þessi hugtök? Akkurat. Ef við horfum á glæruna, þá þetta mynd af vefnum, stuðningsefnisvefnum, þá sjáum við að þetta alveg orðið svona miðlægt hugtak skipulagningu náms og kennslu. Já. Og þegar við erum að tala skipulagningu námskennslu og námsmats í þessu stuðningsefni, þá erum við stöðugt að vísa til dæma námsmarkmið. Við erum stöðugt að vísa til þess að kennarar ætti að vera að nota námsmarkmiðin og þetta
við gerum þetta líka af því að námskráin okkar leggur mikla áherslu á leiðsagnarmat. Að skólar, að nám og kennsla sé skipulagt í leiðsagnarnámi og að leiðsagnarmat fari fram og þegar þú horfir á þá aðferðafræði, þá eru námsmarkmiðin mjög miðlæg og maður sér það í skólum sem hafa verið að þróa leiðsagnarmat og segja frá vinnunni sinni að þar eru kennarar löngu farnir að gera þetta sjálfir. Spurningin var bara af hverju á kennarar í ólíkum skólum að vera að vinna þetta hver í sínu horni, ekki hægt að hjálpa samfélaginu með því að vinna þetta miðlægt. Akkurat. Þegar ég skoðaði námsmarkmiðin og þá fann ég sem sagt þetta í gríðarstórum Excel-kjölum og ég hugsa með mér ef ég er að gera kennsluáætlun eins og ég gerði þegar ég var unglingakennari í íslensku fyrir kannski mánuð. Þá sá ég fyrir mig heilu lengjurnar á pappír. Já. Og við leggjum áherslu á að þetta er hlaðborð, þetta eru dæmi, það er ekki skylda að nota þessi markmið. Þegar ég sjálf hef farið inn og er að skipuleggja einhverja einingu eða skrifa eitthvað námsefni eða eitthvað slíkt, það er allur gangur á því hvernig ég dett inn í það. En það sem ég finnst gott við að hafa þessi dæmi á bakvið hæfniviðmiðin það er að þau hjálpa mér að stiga niður fæti, til dæmis að greina á milli hvað eru mikilvægari hugtök og hvað eru minna mikilvæg hugtök og þau hjálpa mér að sjá stiganda. Ef ég er að vinna með afmarkaða efnisatriði á einhverju sviði að þá í flestum tilfellum, ekki öllum, en í flestum tilfellum þá er efnið byggt upp þannig að maður sér hvernig efnisþátturinn dýpkar eða víkkar þá með aukinni getu og þroska nemenda. Og það get ég nýtt mér. Og ég ætla að nefna að þó að það hefur verið pínu djúpt á þessu fyrir mig, þá er þetta opið öllum. Já. Þannig að þetta er ekki bara fyrir kennara og skólastjórnendur. Hver sem getur skoðað tillögurnar að öllum þessum námsmarkmiðum. Aðalnámskráin og þetta stuðningsefni sem nú byrjað að birtast, það hefur verið lögð áherslu á að það sé opið og aðgengilegt og við höfum horft til nágrannalanda við starfsmenn í námskrármálum förum á hverju ári á samnorrænar ráðstefnu þar sem við berum saman bækur okkar, svona námskrárdeildir og í nágrannalöndum okkar er námskráin á vef með miklu stuðningsefni. Við erum ekki komin jafn langt og svona það efni sem maður sér að styður best við kennara í störfum sínum, en við erum að stíga mjög mikilvægt skref í áttina þangað. Já. Þannig að það er öll áhersla lögð á að hafa þetta opið og aðgengilegt. En þetta er efni fyrir kennara, af því að við fáum líka stundum þessa spurningu hvernig ætlaði að hjálpa nemendum og foreldrum að skilja hæfniviðmiðin og efnið sem er komið á vefinn núna, það hjálpar þeim ekki neitt með það. Nei, þetta er faglegt efni og talar til kennara. Já. Ef við snúum okkur aðeins að þessu áfram, þá segir í greininni ykkar Auðar Báru að hins vegar hafi verið unnið stuðningsefni skipulag námskennslu og námsmats og því fylgir ein mjög góð mynd hringrás mats og kennslu. Viltu útskýra aðeins hvernig þetta er skipulagt? Já, ég nefndi áðan að menntamálaráðuneytið lét gera úttekt á hvernig gekk að innleiða aðalnámskrá sem var gefin út 2011 og 2013 og birti skýrslu hana og í skýrslunni eru nokkrar aðgerðir til úrbóta. Fyrsta aðgerðin fjallaði það að það yrði að skipa starfsmenn og búa til efni sem hjálpaði skólum að vinna með hæfniviðmið og matsviðmið. Svona er þetta orðað í aðgerðaráætluninni. Þegar starfsfólk á MMS og sérfræðingar þar fá þetta verkefni til sín og byrja að hugsa hvernig gerum við það, þá bara kom mjög fljótt upp í þeirra samtali hugsunin, það er ekki hægt að útskýra hæfniviðmið eða tala hvernig á að nota matsviðmið eða ganga frá lokamati án þess að hugsa nám, kennslu og námsmat sem heild, sem þetta samhangandi flæði. Námsmat þjónar alltaf tilgangi að efla kennslu, að bæta nám. Já, ég er alveg sammálaður það. Mér finnst kannski samt að við horfum á þessa mynd sem er hérna uppi,
að námsmati fái sko gríðalegt pláss og mín reynsla í kennslu segir mér að það eigi ekki að vera svona fyrirferðarmikið. Er ekki hægt á að þetta verði mjög fyrirferðarmikið? Það er hægt á því og umræðan hefur verið þar. Já. En hluti af því sem við gerum í stuðningsefninu er að við ávörpum þetta mjög beint og segjum að námsmatið á ekki að vera fyrirferðarmesta verkefnið í vinnu kennara. Skipulanáms og kennslu á að vera miklu fyrirferðarmeira og svo bara kennslan sjálf og þessi hvað gerist í samtali kennara og nemenda skýr markmið. Þannig að við ávörpum það í stuðningsefninu en vissulega þegar maður fer inn á vefinn núna og lesi þetta þá heill flokkur sem fjallar námsmat og við skoðum það kannski betur aðeins og eftir hvernig fjallað það en og þetta gerist meðal annars af því að þar hafa verið mjög margar spurningar og aðkallandi spurningar útfærslur og við sjáum bara og heyrum í samtali við skólana að vegna þess hvað námskrán opin og lykilhugtök eru ekkert rosalega vel útskýrð í almenna hluta námskrárinnar, skólar fóru á fullt í að túlka og túlkanina fóru í ólíkar áttir. Er það slæmt? Það slæmt ef við hættum að tala sama hlutin. Já. Já, og nota sama orð yfir mismunandi. Það slæmt ef túlkanirnar eru orðnar svo ólíkar að þær eru farnar að fjarlægjast bara menntastefnuna og leiðsagnanámið að því ég nefndi það áðan og það alveg skýr áhersla í námskrán okkar á að við eigum að kenna nemendum með þeirri aðferðafræði. Nám á að vera leiðbeinandi og styðjandi við nemendur en ef túlkanirnar fara í ólíkar áttir, það ákveðin hætta á að leiðsagnamatið verði svona einhver minniháttarþáttur, ekki miðlægur í skipulagi náms og kennslu. Og mér finnst sjálfsagt að skerpa á því. Áherslur í námskrán okkar, það ekki úr lausu lofti gripnar. Það byggja á námskrárfræðum eins og það sem kennt í háskólanum. Það byggja á niðurstöðum rannsókna, hvað skilar nemendum árangri í námi. Þannig að þetta ekki einhver hugmyndafræði sem úr lausu lofti gripin. Námskrán hæfnimiðuð, af hverju hún það? Það skýrt mótvægi við því að skólar voru of þekkingamiðaðir. Þetta sem var kallað við erum að tróða þekkingu í hausinn á börnum. Þannig að við erum að reyna að ávarpa það og bregðast við því og setja breiðari markmið með skólastarfi. Já, stefnan auðvitað mörkuð fyrir okkur, meðal annars í menntastefnu til 2030. En við vitum að það ekkert endilega eining alltaf menntastefnuna hverju sinni og leiðsagnamat mjög mikilvægt en það líka mjög mikil áhersla í stefnunni á skapandi þætti og tjáningu, sjálfstæði nemenda og fleira. Ertu nokkuð hrædd að það verði undir í? Bara alls ekki. Það ekkert í þessu stuðningsefni og þessari túlkun og leiðbeiningum hvernig á að skipuleggja námkennslu og námsmat sem útilokar skapandi starf ef við höldum okkur bara við það dæmi. Það sem efnið gerir kannski að segja það getur þurft að kenna skapandi starf með skýrum markmiðum og leiðsögn, bara alveg eins og ég þarf að setja skýr markmið og leiðbeina þegar börn að læra bókstafina eða læra margföldun eða annað slíkt. Ég tek undir það. Kíkjum aðeins á þessi megin hugtök í námsmatinu eins og sjáum á þessari mjög svo tróðnu klæru. Leiðsagnamat, lokamat og vitnisburður. Geturðu örstutt dregið fram sérkenni? Þetta orðið langt ferli að skrifa þetta stuðningsefni og margir sem hafa komið að því. Margir starfsmenn á miðstöð menntunar og gömlu menntamálastofnun og fjölmargir kennarar, skólastjórnendur, námsmatsfræðingar. Það búið að tala við mjög marga hvað þarf að útskýra og hvernig best að gera það. Spurningarnar námsmatið, ég held að þær hafi ýtt þessari vinnu af stað. Og þar bara svið sem kennurum og skólastjórnendum hefur fundist erfitt
og við upplifum það til dæmis í samfélagsumræðinni að við höfum ekki sameiginlega sýn á hvað er námsmat og hvað þýðir það hvernig niðurstöður eru birtar til dæmis í námsumsjónarkerfinum. Þannig að efninu er ætlað að svona skapa farveg til að svara þessum spurningum og ná saman leiðir. Þegar við fórum að skoða hvað eru skólar að gera og það var svo ólíkt sem birtist og við fórum að hugsa akkur gerir þessi skóli hlutinni svona og akkur gerir hinn skólinn og sérstaklega þessi spurning sem kemur frá kennurum eða athugasemd, ég að bugast, það tekur mér svo mikinn tíma að skrá í námsumsjónarkerfið. Já. Þetta er bara ofboðsleg vinna bara í því og svo kvarta foreldrarnir samt. Í þessari greiningu og samtölum okkar og pælingum, hvernig getum við fundið leið út úr þessu vandamáli að það er ekki skýrt hvað á að skrá, þá hjálpaði það okkur að gera hugtakið námsmat að yfirheiti þessa 3 þætti. Námsmat er mjög margt og oft þegar við erum að tala við skóla þá heyrum við að það ruglast saman. Ég hef fengið beinar spurningar lokamatir, það ekki sam og vitnisspurðurinn, af hverju er þessi á dekkinum og þegar við horfum á hvaða niðurstöður kennarar eru að skrá sem námsmat á nemendur, þá eru fjöldi kennara sem eru að skrá upplýsingar sem falla undir leiðsagnarmat, eitthvað sem kennarinn heyrir þegar hann er að tékka stöðu nemenda á ákveðnum efnisþætti og hann fer og skráir það í námsumsjónarkerfið. Má ég spyrja? Já. Að því þú nefnir námsumsjónarkerfi og við vitum að mentor er það langstærst á grunnskólastiginu og akkurat, þú nefndir að sumir kennara kvart undan að þetta taki mikinn tíma. Hafið þið verið í samstarfi við mentor eitthvað gerð einhverja atriða sem gætu létt þetta? Við spara tíma? Höfum verið í samtali við námsumsjónarkerfin sem við sjáum að eru notuð í skólunum á Íslandi. Þetta er ekki orðið samstarf, við höfum ekki sagt þeim byggið þetta svona upp. Við erum hreinlega bara, ég veit ekki hvort við höfum hæfnina til þess eða þekkinguna og við höfum sannarlega ekki svona forritunargetuna við sem erum að vinna þetta stuðningsefni með aðalnámskráni. Þannig að samtali gengur meira út á að þau heyri hvaða skýringar við erum að setja fram og hvaða stefnu. Og þetta eru hlutir eins og við höfum sagt við skóla, getur verið að þið þurfið að staldra við og bakka aðeins tilbaka og endurskoða á svolítið róttakan haft hvað er skráð. Akkurat. Hversu mikið er skráð, af hverju, fyrir hvern er það og í þessari stóru mynd nefnum við til dæmis þetta því að það er ein línan sem fjallar hvar eru upplýsingar skráðar. Þarna leggjum við áherslu og við gerum það í stuðningsefninu að skrá ekki upplýsingar sem tekjast leiðsagnarmati nema kennarinn finni sjálfur einhverja þörf fyrir það til að halda utan samtal sitt við nemandann. Af því að leiðsagnarmat á að eiga heima í samtali nemandans og kennarans. Og kennar bara muna allt alla sína 30 nemendur. Sumum virðist ganga það ágætlega, en aðrir bara vilja ekki hafa það þannig og þá skrifa þær hjá sér. Eitt er að ég er með skjal hjá mér sem ég setti upp af því að ég veit að ég er að kenna þetta og tikka við hjá mér til að eiga betra með að muna og halda utan ferlið. Annað er að ég fari inn í skapalón og form sem aðrir hafa sett upp, hvort sem það er námsumsjónarkerfið eða skólastjórnendur, það getur orðið miklu flóknara. Þannig að við biðjum bara fólk að hugsa þetta. Við segjum á sama tíma og við segjum þetta, leiðsagnarmat, markmiðin þurfa að vera skýr, námsmarkmiðin, þau þurfa að vera til umræðu milli nemenda og kennara, en svo segjum við líka, lokamat þarf að fara fram reglulega. Og við tölum þessa hugmynd að skipuleggja skólaárið í styttri námstímabil, nokkra vikna einingum sem eru ekki of langar, heldur nógu stuttar til að allir, kennarinn og nemendur og foreldrar, sjáu þetta samhengi milli markmiðana sem eru sett og hvernig þau eru metin. Ég held að þarna séu við í ágætnum takti, við sem kennum kennslufræði í kennaranámi, allavega í Háskóla Íslands og ég þekki það vel til dæmis þeirra á Akureyri, að það er þessi sama hugsuna
halda utanum ákveðnar lotur Algjörlega. og þá skemmri tíma heldur en heil missurinn. Og það er orðið mjög langt síðan ég sá til skóla sem var ekki að gera þetta. Ok, þá er það bara eitt besta mál. Já, ég held að þetta sé svona, hugmynd og vinnubröð sem eru orðin mjög útbreytt. Ef að við höldum aðeins áfram hérna, þá þegar ég var að skoða þetta svona og fór alls konar krókaleiðir í gegnum stuðningsefnið, þá sá ég að það fjalla hæfnikort og ólíkt vægi matsviðmiða og það segir, nú les ég orðrétt. Til að vinna með ólíkt vægi matsviðmiða er hentugt að nota talnakvarða sem sýnir ólíkt vægi einkunna þegar heildarniðurstaðan er dregin saman. Og ég verð að viðurkenna, ég varð mjög hissa. Ég hélt einhvern veginn að prósentur og tölur væru ekki vel séðar í námsmatinu í grunnskólum eins og það hefur verið lagt upp, ekki bara þessu efni, heldur áratug eða 2. Og það ætti alls ekki að þýða einmitt tölur yfir í bókstafi eða vice versa. Það væri sitt hvor hugsunni. Hvernig stendur það á þessu efni? Á þessu litla blaði þarna alveg í lokin. Já, ég las þetta vel. Já, og mér finnst áhugavert og bara mjög þakklátt að þú skulir taka eftir þessu. Af því að þetta blað sem við sjáum á glærunni, þetta er settin sem viðhengi undir umfjöllun og alveg í lokin á umfjöllun vinnslu vitnisburðar. Þannig að þetta tal að byrja að þýða bókstafsengunir yfir í tölustafi, þetta kemur ekki inn fyrir en alveg á lokasprettinum í starfi skóla. Það er búið að setja markmið, það er búið að leiðsegja nemendum, það er búið að leggja fyrir lokamat og meta það gagnvart matsviðmiðum og ég get notað engunir, bókstafsengunirnar til að bara á fljótlegri hátt vísa í matskvarðana sem ég er að nota. Já. Af því að það eru viðmiðin sem eru aðalatriði, ekki táknin sem við notum til að flýta fyrir skilabóðum. Þegar við vorum að vinna þetta efni, af því að við vorum alltaf í samtali við skólafólk einhvers staðar. Já. Og það voru ákveðni skólar, sérstaklega stóri skólar þar sem margir kennarar eru að kenna sama fagið, kölluðu eftir þessu. Og við vorum líka í samtali við námsmatsfræðinga sem voru bara árum saman búin að velta fyrir sér hvernig geti hjálpað skólum og kennurum að skilja þetta sem námskráin segir að flokkar greinasviðana, flokkarnir eru undirkaflarnir, geta haft ólíkt vægi. Þannig, og þetta er alveg skýr skilabúður námskráni að eins og dæmið hérna á glærunni, þetta er tekið úr íslensku. Já, akkurat. Undir íslensku sem greinasvið eru 5 flokkar og ég sem íslensku kennari hef alveg svona innbyggða einhverja skoðun, faglega skoðun, að lestur og lesskilningur og ritun eigi að hafa meira vægi þegar ég gef heildarstöðu í faginu heldur en til dæmis mál og málnotkun. En þú veist að það er ólíkt. Hjá sumum er ennþá 7. duldi flokkurinn, málfræði. Já, það er mál og málnotkunin fellur undir hann núna. Já, ég veit að þetta er ólíkt og við erum ekki að segja að þetta megi ekki vera ólíkt. En ef að til dæmis nemendum finnst óþægilegt að kennarinn segi bara lesskilningurinn hefur meira vægi en talað mál, ég get líka tekið það sem dæmi, og þetta er allt umdeilt, hvar ég set meira vægið. En hvernig ætla ég að hjálpa nemendum og foreldrum þeirra að skilja af hverju loka einhver sem er gefin fyrir greinina íslensku byggir meira á lesskilningnum heldur en öðrum þáttum sem mikil vinna hefur farið í líka. Og þegar þetta samtal fer í gang, þá liggja öll gögn fyrir og ég legg áherslu á það að ég fer ekki í þessa þýðingu úr bókstöfum í tölum nema bara þegar ég er á lokaskrefinu að draga allar upplýsingar saman í eina lokaengun fyrir greinasviði. Og gerðu það þá bara í 10. bekk? Þess vegna.
Já. Já, en gæti ég líka gert það við lok yngsta stigs? Þú getur notað þess aðferð hvenær sem er. Ef þú ert að byggja vitnisburðin á svona fyrirliggjandi upplýsingum, bara tilbaka, ekki of langt, en yfir eitthvað tímabil tilbaka í tíman, vitnisburður í skólanum gefin út til að gefa heildarstöðu, til dæmis í lok skólaárs. Já, ég get notað þess aðferð hvenær sem er. En í stuðningsefninu, eins og ég legg áherslu á það, þetta bara lítið viðhengi til að hjálpa þeim sem hafa bara skýrt kallað eftir þessu. Já. Þegar við erum að fjalla vitnisburð, þá fjöllum við margar ólíkar leiðir. Já, hæfnikortin sem margir skólar eru orðnir mjög ánægðir með og finnst mjög mikilvægir til að skapa þetta yfirlit stöðu og framvindu nemenda. Mjög oft vitnisburður byggður á því að hæfnikortið skoðað og dregið saman. Í einhverjum skólum vitnisburður byggður upp á allt annan hátt. Hann byggður upp á lokaverkefnum. Þannig að nemendur fá bara matsvið með aðalnámskrár. Nú við erum búin að kenna allt sem við getum, eftir 3 mánuði útskrifastu og þá tökum við stöðuna gagnvart þessu matsviðmiðum, settum nú saman verkefni þar sem getur sýnt okkur alla þessa hæfni og svo bara horft á verkefnið, skrifleg skil, munnleg skil, virkni nemandans í rannsóknarvinnu og öllu ferlinu og vitnisburðurinn unnin út frá því sem sést í því afmarkaða verkefni. Þannig að ég legg áherslu á að þessi mynd, hún svarar kalli ákveðina hópa. Já. En það líka fullt af kennurum sem kannski, ég eini íslensku kennarinn á unglingastiginu í skólanum mínum, ég veit ég legg meira vægi á lesskilningin heldur en málfræðina, ég búin að tala það í 3 ár með nemendum mínum og það skilja þetta allir. Ég þarf ekki að prósentu kvarða það. Nei, já, nákvæmlega. Já, ég áður en við ljúkum þessu, ég langar að skjóta inn einu. Mér fannst mjög merkilegt þegar þetta stuðningsefni kemur út, að þar vantar svona námsmarkmið, smáriðin, fyrir 2 greinar og þær snerta akkurat þá nemendur sem stundum eiga undir högg að sækja. Já. Það að segja börn af erlendum uppruna, námsmarkmið fyrir íslensku sem annað mál og eins fyrir táknmálið. Já. Og ég velti fyrir mér, þetta ekki dálítið leiðinlegt fyrir okkur að akkurat vinna þetta síðast sem snýr að þeim sem að þurfa mestan stuðning? Jú, það leiðinlegt að þetta sé einhvern veginn vinnuröðin. Já. Það eru praktískar skýringar á því. Þetta verkefni, endurskoðun greinasviðana, það hafði mjög afmarkaðan ramma og bara á öllum stigum málsins var kvartað yfir að það væri ekki nóg margir sem komu að vinnunni og vinnan var alltaf unnin á knöppum tíma. Þetta var keyrt áfram af mikilli ákveðni. Þegar vinnan fór af stað, þá var nýbúið að birta ný hæfniviðmið fyrir íslensku sem annað tungumál. Já. Og það var ástæðan fyrir því að sá þáttur var geymdur. Vinna við námsmarkmið fyrir íslensku sem annað tungumál, hún hafin. Þannig að það ekki það að það efni verð ekki unnið. Ég veit að sú vinna hafin, það hins vegar, ég veit ekki að vinna við að skrifa námsmarkmið fyrir íslenskt tungumál. Táknmál, ég veit ekki til þess að sú vinna sé að fara í gang. Þetta eru bara verkefni sem við þurfum sérhæft starfsfólk til að vinna þetta og bara mjög áreiðandi að það sé gert. Já, einmitt. Sérstaklega af því að nú sýna rannsóknir okkur að þetta akkurat það sem að kennar að telja hvað mest krefjandi, til dæmis að mæta því að í flestum bekkjum eru börn af erlendum uppruna sem sérstaklega þurfa stuðning við tungumálið. Já. Og kannski bara, ég veit auðvitað að þetta stórt verkefni, en við þurfum alltaf að hugsa forgangsröðina. Algjörlega, og þetta alveg gagnrýnivert og við tökum þeirri gagnrýni og sitjum svo bara uppi með stöðuna sem hefur skapast og vinnum áfram í ljósi
ljósi þess. En það var líka að því að við í haust héldum við heilmikið af vinnustofum fyrir kennara, þar sem við vorum að gefa innsýn í efnið og svona, þetta var áður en efnið var birt og við vorum að prófa hvað gerist þegar við sendum út þessi skilaboð. Og við fengum alltaf þessa athugasemd hvar námsmarkmiðin fyrir ISAT. Já. Við gerðum tilraunir, við vorum að gera verkefni með þessum kennarahópum þar sem við fórum inn og bara skoðum námsmarkmiðin og skoðum ef ég ætla að kenna upplýsingalæsisverkefni, eitthvað meta heimildir og eitthvað svoleiðis, hvernig get ég nota námsmarkmiðin til að einstaklingsmiða fyrir ólíka nemendur í bekknum. Og þá fórum við bara í ISAT námskrana, ISAT hæfniviðmiðin til að hugsa þarfir þeirra nemenda og það að mínum að þetta staðreynd að hæfniviðmiðin í ISAT, þau eru líkari námsmarkmiðum heldur en hæfniviðmiðum að eins leyti. Þau eru þröng og afmörkuð, þau eru skýr og mjög oft gat ég bara notað beint úr hæfniviðmiðunum, þannig að það allavega svona ákveðið milli skref. Já, ég reyndar sammála því. Það akkurat. Það bót í máli. Það réttlætir ekki að þessi kafli hafi verið látin bíða lengur, en það hægt að vinna með það. Já, en nú verð ég að segja svona að lokum að þetta gríðarlega mikið efni, en mér finnst það sjálfri mjög aðgengilegt og einhvern veginn miklu meira heldur en ég átti von á og það ekki bara texti, það líka skýringamyndir og það fullt af myndböndum sem mér fannst vera gott og gagnlegt. Já. En þegar við setjum efnið fram, þetta hugsað og þá ég að tala kannski ekki námsmarkmiðin, við sjáum fyrir okkur að kennarar nýta þau mjög beint inn í skipulega kennslu, en stuðningsefnið skipulagið, það sett fram sem starfsþróunarefni. Og þetta hlaðborð, stundum líti svo á að þetta efni svona einhvers konar tengiliður, við vitum að þeir sem að koma út úr kennaranámi núna, vita þetta allt, þeir eru alveg ferskir, þeir sem eru búin að kenna í 20 ár, þeir mega alveg rifja þetta upp, þetta umfangsmikið efni, við setjum það upp þannig að það sé aðgengilegt, og það gott að heyra ef það hefur tekist og myndböndin og ákveðnar skýringarmyndir eru ætlaðar til að draga fram aðalatriði og svona hjálpa fólki að stíga niður fæti. En síðan þegar við erum að fjalla þetta og höfum verið að kynna þetta fyrir skólunum, þá leggjum við áherslu á að til dæmis það sé ekki gert í skóla að kennurinn sé sett að lesa allt efni. Af því að við sjáum ekki hvað ætti að koma út úr því. Þannig að við erum að tala að skólar skipi bara svona leiðtogahópa sem kynna sér allt efnið og meti síðan hvað gagnlegt fyrir okkur í okkar skóla. Það lykilhæfni efnið eða það matsviðmiðin eða það leiðsagnamatsefnið og að skólar nýti þetta á markvissan hátt til að skapa faglega umræðu í skólunum sínum og velta fyrir sér hvað gott hjá okkur og getum við nýtt þetta efni til að styrkja eitthvað en að það sé gert á ígrundaðan hátt. Og við tölum það alveg hiklaust að þá enginn að fara inn í þetta efni og einhvern veginn hugsa, ég les bara gegnum þetta og þá þetta komið. Þetta ekki þannig, heldur að hugsa það til lengri tíma, að skólinn gerir sér áætlun 3-5 ár að skoða efnið og taka ákvarðanir hvaða hlutar nýtast í faglegt samtal innan skólans og í starfsþróun innan skólans. Þú ert eiginlega búin að svara síðustu spurningunni sem átt að vera kennara. Nú ætlum ég bara snúin upp á kennaranema. Af því að þeir eru störfum hlaðnir. Kennaranema rétt eins og kennarar. Og reyndar allir í samfélaginu. En hefurðu trú á að þetta efni nýtist kennaranemum á einhvern svona vinnusparandi, eflandi hátt? Ég veit ekki hvort það vinnusparnaður að fara inn í þetta efni. Þetta efni starfsþróunarefni og það talar svolítið inn í þann hluta vinnutíma kennara. En í efninu við vissulega að reyna að greiða úr hugtökum og aðferðum og segja hluti eins og takið í ígrundaðar ákvarðanir í hvað þið verjið tíma ykkar við skipulega kennslu
og við vinnu á námsmati. Mjög gott. Heiðu, ég segi bara kærar takkir Brynhildur. Það verður gaman að fylgjast með hvernig þetta stuðningsefni verður uppbyggt og ekki síst hvernig það verður notað og við segjum bara bless í bili. Takk kærlega. Takk.